Jói, hver bara svona fyrstu viðbrögð eftir tap á móti Þór? Ja, þetta var bara svekkjandi, náttúrulega bara off leikur hjá okkur. Svolítið skrítið þegar þið byrjuð vel. Já, við byrjum náttúrulega á að skora en við byrjum náttúrulega ekki vel, við erum samt konur 2-1 undir bara eftir, veit ekki hvað, korter eða eitthvað. Þannig að mér fannst að bara í fyrri hálfleik erum við eiginlega alveg bara ennþá á leiðinni held ég til Akureyrar. Satt ferðalagi eitthvað í ykkur? Nei, ég er ekki að segja það, en bara þú veist, mér fannst við bara ekki ná að byrja almennilega leikinn og vorum off eftir á í öllu mínu mati. Seinni hálfleikurinn var nú töluvert skárri og við svona reyndum að herja aðeins á það og svo skapa kannski þannig sem nægilega mikið en bara, þú veist, erfitt að koma í bóðan en svona er þetta bara. Var eitthvað sem kom þér óvart í svona leik? Nei, ég get ekki sagt það. Þú veist, þetta er bara alveg eins og við munum spila mótið ekkert svo langt síðan og töpum reyndar líka þá en það var nú betri leikur hjá okkur heldur en þetta. Það var svona algjör off-leikur hjá okkur. Tekur út af velli sem í leiknum tekur 3 sem eru komið með guldspjald, er það bara þess að passa þá? Já, náttúrulega bara það, náttúrulega eru konur með guldspjald og og svo náttúrulega maður bara reyna að hreyfa liðinu og þá þegar maður þarf að gera skiptingar og maður er að velja á milli leikmanna þá þarf maður kannski aðeins að spá í því hver eru guldspjaldir líka. Þetta var alveg þannig leikur að mér fannst ég segi nú ekki ótrúlegt að það hef ekki verið rautt spjald en þú veist það hefði ekki komið óvart að það hefði komið rautt spjald í þessum leik. Það var einhvern veginn á leiðinni, ég er sammálaður þar, þetta voru einhver 11 gula á leikmenn og svo fekk bekkurinn að Þór líka. Já, á þess að það hefði verið eitthvað grófi leikur en það var svona mikið svona einhver ítingar og einhver svona óþarfa brot í mínum mati. Það var ekki þannig brot að það ætti verðskuldað rautt spjald sko. Hvernig er bara staðan á ÍR-hópnum? Ég heyri fyrir leik að það vanti 4 af því þeir eru erlendis, er það bara í lagi það? Já, það er bara, þú veist, þannig gerist þetta bara hjá okkur, ég menn þetta eru bara persónulegum ástæðum hjá þeim öllum og auðvitað hittir það illa á og leiðilegt en svona er þetta bara. Þannig að þú gefur þeim leyfi? Já, það er með algjör leyfi hjá okkur. Hvernig svona meturðu bara stöðuna á liðinu í dag? Hún er bara nokkuð góð, við erum náttúrulega búin að vega fína vetur og okkur hlakka bara til að byrja mótið, Íslandsmótið og leiðilegt þetta eftir byggar. Hver er markmiðin? Markmið til að byrja með er náttúrulega bara að stabilisera sig í deildinni og reyna að halda fram að byggja og gera liðið betra en við náttúrulega erum að fara í gegnum smá svona fasa að við erum að byggja upp dálítið nýtt lið þó við séum með stóran kjarna sem er áfram en við erum náttúrulega mistum dálítið mikið, við mistum alveg 7-8 leikmenn sem spiluðu stórt hlutverk á okkur fyrra þannig að það er smá verkefni. Utanfrá virðist þetta vera með mjög margir leikmenn fyrir leikmenn sem voru í lykilhlutverki sem fara í efri deild. Já, sem er alltaf bara hrós á okkar starf og við höfum verið að gera þetta vel hingað til en við þurfum að horfa fram á veginn, ekki aftur tilbaka. Takk fyrir þetta. Já, takk sem